Kynferðisbrotum gegn börnum á netinu hefur fjölgað helming á síðustu 4 árum. Dæmi að 13 ára börn stundi vændi. Kynferðisbrotum gegn börnum sem rekja má til samskipta á netinu hefur fjölgað helming á síðustu 4 árum. Forstöðumaður Barnahús veit 6 alvarlega vændismál, þar sem eldri menn hafa keypt kynlífsþjónustu grunnskólabarna í gegnum vefinn. Hafsteinn Hauksson segir frá. Börn allt niður í 8 ára aldur hafa orðið fyrir kynferðisbrotum af hálfu geranda sem þau kynntust í gegnum netið. Undanfarin ár hefur fjöldi slíkra mála sem kemur inn á borð Barnahús farið stigvaxandi, en í fyrra voru þau alls 20 talsins. Þeim hafði þá fjölgað meira en helming frá árinu 2007. Ólöf Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahús, telur að börnin sem eru í mestri hættu séu á aldrinum 13 til 15 ára. Og þá þetta oft svona ákveðin blekking þar að viðkomandi fullorðni einstaklingur hefur þá einhver aðra mynd heldur en að sjálfum sér eða jafnvel enga mynd, og það náttúrulega allur gangur á því, en þetta svona byrjar þá kannski í formi tjatt og spjalls í gegnum spjallvefinn á Facebook, og svo ákveðið að hittast og síðan kannski kemur í ljós að viðkomandi mun eldri heldur en viðkomandi heldur, eða þá að ræða kannski 19-20 ára sem ekkert vill á sér heimildir og síðan úr því verður brot. Ólöf veit auk þess til þess að fullorðið fólk leiti að barnavændi í gegnum vefinn. Já, það náttúrulega, við höfum séð nokkur sterk vændismál hér á Íslandi þar sem börn á aldrinum 13-15 ára hafa verið að selja líkama sinn fullorðnum, og það hefur verið bæði með því að sérstaklega með því að auglýsa jafnvel á einkamáli, eða það berst einkamál.is eða berst út, eru jafnvel með sérsíma fyrir þessa vændisþjónustu, og við höfum séð áætla ég 6 mjög alvarleg slík mál síðastliðin 2 ár. Ólöf segist telja að mál af þessum toga komist þó ekki alltaf upp, þar sem börnin segi hugsanlega síður frá, því þeim finnist þau þekkja gerandan eftir að hafa verið í sambandi við hann á vefnum. Auk þess líða þeim stundum eins og þau hafi brotið reglur sem þeim hafi verið settar, og þetta þurfi foreldrar að hafa í huga við fræðslu.